Velkomin í mömmulífið. Já, í mömmulífið. Já, vorum ekki alveg búin að ákveða hvernig þetta að byrja. Er það ekki bara fín byrjun? Ég veit alltaf Eða ekki. En hvað segir þið? Fínt en þú. Fína bara. Eða Ég er ekki. mjög sannuð. Já, eða ekki. Jú, ég fór í nudd í morgun. Vel gert. Ánum með þig. Það var ekkit eðlilega kærkomið. Ég veit ekki hvort það sé fleiri svona, en ég bara safna svo miklu stressi það bara safnast í vöðvabólgu. Það er bara hræðilegt. Ég verð svo slæm og ég safni svo alltaf bara í marga mánuði þá ætla ég allt í einu bara, ég verð að fara eitthvað og bara losa þetta. Ég held að maður ætti að gera sérstaklega, þú veist, þegar maður álítil börn og eitthvað, maður er alltaf að taka þau upp og halda þeim og þau kannski kemur eitthvað svona tímabil bara, þau vil ekki að maður setja sér niður, sko. Það bara, en var það ekki næs? Það var geðveikt. Ég fór auðvitað í Laugar Spa. Of course. Ekkert annað og bara, þetta er svo geggjað, sko. Ég gæti ekki mælt mér með. Þau nota líka olíurnar frá Laugar Spa. Já. Þú veist, lemongrass lyktina og þetta skilur. Þetta er náttúrulega ekkert eðlilega góð, bara next level. Og ég fór í spaðið á undan, þegar ef þú fer í nudd þá ferðu aðgang á spaðinu líka. Já, minnst það geggjað. Já, það er ógeðslega svona góð díll, sko. Já, að geta svona og ef þú ert með kort í vörglas þá ferðu 10% afslátt og svona. Já. Þannig að þetta er ógeðslega næs. Og bara worth every penny, sko. Ángríns. Ég var bara easy að strauja kortið þarna í morgun, sko, minnst það easy. En líka bara góðu verði, sko. Ég bara, með þetta ekkert. Nei, en líka svona allt svona er bara næs að gera vel við sig. Já, viltu, eyða í, sko. The crap I buy sometimes, sko. Og líka bara, er þetta ekki bara fullkomin gjöf? Jú, geggja næs, heldur þetta að kaupa gjafir líka eitthvað. En já, maður líka með að fara í spaði á undan. Ég fór í infrared og já, guð, ég eftir að prófa þetta infrared. Ég elskar líka að fara ég fer náttúrulega í barar hjá Töru og það eru líka svona infrared. Já. Í tímanum? Já. Já. Það er hot, sko, hann inni. Maður er bara God. Það er eina sem stundum ég svona með hreint hár og ég er svona, ég veit ekki hvort ég geti farið í dag. Svo er bara, jú. Mér langar svo að vita, það sem er svona rektarskvís, sem er bara alltaf bara, þú veist, eins og þú og marga vinkoneinar, skilur, sem bara eins og Birgitta og eitthvað. Mér finnst alltaf samt með ógeðslega fínt hár og ég er bara svona, mér finnst það alveg process, skilur. Þú veist, já, ég tengi sem ekki við það. Ég er alltaf bara með tagl og sleiki þá á þessum dögum, sko. Ég er alveg dilemma, sko. Ég er alveg svona, og við tölum oft það, sko. Já. Svona, og ég veit ekki hversu oft maður er eitthvað með vinkonum sínum og bara eitthvað, herru, ég mér langar svo að fara í gym en ég var þó mér hárið. Já, eða bara það, eins og ekki maður er nýbúin að setja svo kannski bara geðið vel á sér brúnkukrem og einhver segir, ef að kíkja í sund, maður er svona, ég er ekki alveg að nenna. En það er, maður er bara svona, sérstaklega ekki búin að fyrst skóla af eða eitthvað og eftir klefanum og svona, já, og líka það bara lekur að þér inn í klefanum. Já, það er alveg pínu það er alveg, nei, líka klórið á Íslandi, það er svo mikið klórið í sundlögunum. Það fer bara strax þannig, sko. Þú veist, ég hef oft verið bara að setta með tann, bara þú veist, ég er búin að, svo bara gone, því ég mæti upp úr, sko. En hefurðu hvað ætla ég að segja, setur ofta á þig í viku? Ég set eða á mig okkur degi, sko. Hættu? Já, ég er svona instant, sko. Ef ég er að fara eitthvað, þá ég er alltaf... Ertu með instant það núna? Já, ég er alltaf með brúnku, sko. Ertu með glóið það? Nei, ég reyndar alltaf... Ég er rosa föst í frá Bondi. Sem er glóið? Nei, ekki glóið. Ég veit að þú nota hitt. Já. Sem er svona instant. Já, og er svona aðeins meira bara eins og... Það var eitthvað heitir núna. Gradual tan, já. Já, en það er svona instant í svona brúnni túpu, veit ég. Já, með hvítu loki, ég veit hvað það er. Já. Ég elska það, sko. Það er þetta mjög næs. Ég hef alveg prófað það. Mér finnst hitt bara aðeins svona... Það er svona aðeins... sterkara. Já, aðeins mér finnst það, sko, eitt bara svona mest að gatekeeping hack. Ángríns. Fólk bara, ekki gatekeeping, ég veit ekki hversu oft ég setta inn. En bara svona... Fólk bara, genuinely, eins og fólk veit ekki hversu ógeðslega næs þetta er. Þetta er svo næs og líka margir sem eru bara, þú veist, það er svo mikið hægt að bjarga sér að bara þessu. Já, þetta er bara hacks. Þetta er hacks. En setur þú ekki ofta að tanna í viku það? Ég er svona einu sinni í viku. Já, já. En ég bæti svo ónást, ég er með svona rútínu skilu, þú veist, ég setja einu sinni og svo setja ég aftur ón á það og svo er það bara orðið virkilega crusty, þannig ég þarf að
þú veist, skrópa Já, og byrja upp á nýtt, skilja. Ok, ok, tengi, ég er svona Já. smá þannig líka. Og bæta svona bæta ofan svo þetta er bara Já. óksla crusty, þannig, já. En mér finnst, út að ég fer eiginlega ekkert í sól. Þú veist, það er náttúrulega, by the way, engin sól í Íslandi, eða þið vissu það ekki, þannig, þá er maður alltaf í sól. En ég er samt líka bara 50 blokk típan, sko. Ég er bara, Já. þú veist, en Ekki flesti þannig að ég er svona, ég er Jú. alveg 50 andliti og 30 kannski leikamann. Já, en manst ekki að var einu sinni, þegar við vorum örugglega bara svona yngri, þá var bara olían, baby oil. Það var alltaf þannig. Já, og bara í ljós að setja sig eitthvað Já, bara, olíu. guð, minn góður, bara ekki gera En þetta ég kids. held þetta sé samt einmitt bara yngri kynslóðin, eða skilur, að því að þú veist, systir mín er 10 ára yngri en ég, hún er bara bókstaflega kynslóðin fyrir Já, neðan já. og mig, skilur. Og þær eru alveg í ljósum, sko. Það? Þetta er bara, ég held sko að það væri bara búið. Eru þau Ég hélt bara bara mæti þetta í væri sæluna búið. bara og kaupa, þannig að ég kefti alltaf eitthvað krem í pakka sem átti eitthvað svona að sem láta átti maður að vera vera, svona já, extra brún. já, bara ef þú vilt vera ekstra tönu, maka þess á mig. Þú bara, veist, fara í turbo, tvöfaldan turbo, ég man bara, þetta er svo vont, maður har svo marga myndir af manni, þegar maður er svona, get svona, búin að fara mikið í ljós, veist hvað ég tala um, og maður er svona eiginlega brendur á augnlokunum. Já. Bara svona, Eða þá hvítur í kringum augun eftir auka, annars nú setur yfir augun. Ég lent alveg í því, sko. shit. Og Helga, besta vika mín, Já. mætti því að fá bara blöðrur einu sinni. Oh my god, það er Sko, svakalegt. bara, þetta var svak, Ok, oh my god, það er ég veit ekki hvort hún svakalegt. dreif mig fyrir að segja þetta en eitthvað, en þetta var We feel you, Helga, það er ekki margir sem tengja. Nei, sko, bara Já. andliti og allt, bara líka með bara blöðrur. Ángríns, akkur er fólk að gera það? Kaupið ykkur bara gott brúnkrem? Já, án gríns. Án gríns, það er til svo, þegar við vorum, okkur til varnar, það voru sko, Sólaverðin var ekki inn. það var ekki inn og það var ekkert gott brúnkrem til. Nei, Það var bara hvað hétta aftur hérna? Dove. Nei, ekki Dove, hvað hétt? Brasiliandan. Já, Brazilian tan, já. Vá, ég bara, nei, please komdu til mig, hvað heitir Það var það. Mæstu ekki eftir því? Jú, ég man eftir því, en Já. ég sko var úrslega, ég fattaði ekki það. Dove? Já, Dove, manstu með liti, það var, ég var aðeins yngri, svo kefti ég ykkur brúnkukrems-klúta í bónus. Oh my god. Þú veist, hvað er að? Núna er ég bara, hvað er að frétta? Já. Eða, þú veist, líka bara sko, þú veist, að sjá myndir á okkur, þú veist, maður er alveg svona, maður Þetta er er bara, vont, sko. já. Já, mynda mér leiðin eitthvað 85, bara í einhverju bleikri peysu, neonlitir og ég er bara neonlitur sjálf og litin. Já, Þú maður veist, er ég bara- neonbleikri peysu, neonblátt hárband og ég er neonapsningul. bara bókstaflega, skilur. Það er bara... Maður var bara eins og ykkur Hræðilegt. umba Já, lúmpa hana, já, sko. já, já. Jésús. En þannig, gott brúnkukrem, það er key. Og það, já, það fellir líka Og ekki fara í ljós, krakkar. Ekki fara í ljós, jésús. Stop it. En líka, sko, minnst þetta svona eiga við kannski umræðin í dag. Við ætlum að tala um samfélagsmiðla og vinnun okkar og alls konar. Þannig, já, við vorum svona, okkur langaði að taka eitthvað svona spjallþátt. Já, af því þetta er svona umræðin við settum inn spurningabóks og það var svo gaman að sjá hvað var Já. mikið af spurningum þetta. Fengum alveg ótrúlega mikið af spurningum. Ég var svona, við byrjum yfirleitt ekki á spurningabóksi en við kannski gerum það núna. Já, líka, og þetta er alveg frekar góða spurningar og svona, já. Öðruvísi frá því sem þetta er líka öðruvísi frá því sem við vorum búin að púnta niður. Já, og svona öðruvísi er kannski að gaman að fá þú veist, það er oft gaman að heyra bara maður kannski fastur í einhverjum kassa sjálfur, en svo að heyra frá öðrum þá svona, já, ég var ekki búin að pæla þessu eitthvað. Þannig já, vilt þú kannski taka einu spurningu og ég eina? Ef við ekki að gera það þannig eða? Eða, veist, ég er að meina þú spyrð og við svörum báðar, svo kem ég, vel þú eitthvað. Og það rennaði í gegnum þetta. Herðu, á meðan, þá langum við að segja ykkur, ég var að fá mig kaffe á hann og við erum hérna staddar í Good Good stúdíónu okkar með Good Good bolla og oh my god, það var svo fyndið, ég var í nafnaveislu og dóttir mín, það er svona endurskinsmerki þarna inn á skrifstofunni sem, Já. þú veist, og ég tók fyrir Áslaugu Já. og stelpunum voru svo mikið að hlæja, bara guð og svo, þú veist, var dóttir mín bara með, þú veist, endurskinsmerki og þær voru allar bara, hvað er þetta good, barnið bara að byrja að auglýsa, en já, mega krútlegt, en anyways, það er svona út í dús.
Við erum í good studio. Já, og ég fekk mig kaffe á hann og Já. ég setti stevia-dropa. Herðu, já. Það er, hacks. ég veit ekki akkur við mikið löngu búin að tala um Ég þetta. veit það ekki. Því að við vorum báða bara svona, fengum bara eitthvað svona ljósapyrir moment Já, seinna. bara Vorum stefjadróparnir. Við elskum þetta. Já. Þannig ég setti vanilu stevia-dropa sem er náttúrulega bara sykurlausir út í kaffi og svo næs að fá svona aðeins og ég er ekki að djóka, ég var búin að gleyma, maður þarf bara pínu lítið, ég alveg sprautaði vel á hann. Já. Núna er ég bara, þetta er bara vanilu bomba, sko, já. Þannig bara lítið, það þarf lítið. Það þarf pínu lítið. Mikið bragð og, Já. Það Og er þetta- ekki mikið af þessu. Óksla sniðið líka að setja í jógurt. Jógurt, einmitt, til að sæta upp gríst hreint til dæmis, ég kaupa Já, það hreint, þannig ég kaupi, já, ég líka. það er geðveikt. En ég ætla að taka eina spurningu hérna sem að stendur, hvernig byrjar maður að vinna á samfélagsmiðlum? Hvað er besta tipsi ykkar? Sko, mér finnst líka Heyrist þetta? örugglega heyrist pípið, við glemdum að loka glugganum fyrir þess. Ábíðast. Hold that thought. Já, ég skal bara spjalla við hverjana með ástarsfæra loka. Við erum vel hjá sko smá svona ekki svona iðnarsvæði, en það er mikið af vinnubílum og eitthvað. Herðu, Var ekki opinn. nei, glugginn var ekki opinn, þannig að Já. það er bara til að kannski við pípið. En Ok. það er alltaf leið. En Það er hérna, alltaf leið. já, oh my god. Svo heyrur þetta enginn og við Nei, bara eitthvað. við eitthvað. Ok, Eiður kannski klippir þetta á. Kannski hefur þetta eða þessu. En allan, já, ok. Hvernig spurningin er, hvernig byrjar maður að vinna á samfélagsmiðlum og hvað er besta tipsið ykkar? Sko, þú veist, mér finnst þess að fólk veit að hvernig þau gera, þú veist, að content er bara ógeðslega mikilvægt í dag og bara sérstaklega að þú átt fyrirtæki eða, þú veist, whatever it is, skilur, að bara content. En ef þið langar að, þú veist, efnið fara að snúast, þetta komið út frá þér og þú sérst þess að það fara inn í áhrifavalda geran, þá finnst mér þetta svona bara að vera ógeðslega duglegur að posta efni og búa til contenti, koma því út, ekki vera feimin við að posta. Ég er ekki opinn glugginn. Byrju, ég ætla að teka. Ég ástrastala ykkur. En já, ég var svo góð við þurfum að klippa þetta allt út. Ég myndi bara sleppa þessu, við þurfum bara að ignore it. Það er ekkert opið, ég er búin að tjekka á þetta. Það er opinn glugginn. Ha? Já, hérna. Já, en þú veist, þetta heyrst alltaf pípið, sko. Já. Ok, á ég ekki að byrja bara nýtt bara. Jú, byrja bara nýtt. Ok. Gerum bara. Við ignorum bara að það kemur eitthvað aftur. Já. Það ekki. Ok, spurningin er, hvernig byrja maður að vinna á samfélagsmiðlum og hvað er besta tipsi frá ykkur? Ég myndi segja alltaf að sérstaklega ef þið langar að fara, þetta snúist þinn miðl og þú sérst að gera efni og gefa það út á þínum miðlum, þá snýst þetta aðalega bara og grow on social media. Það er bara að búa til content og vera bara ekki feimin og ekkert spá í hvað öðrum finnst. Það er heldur númer 1 í þessu starfi er að ef þú varst að pæla í skoðunum annara þá ættir ekkert mikið vera að fara út í þennan gera. Nei, en líka verður svolítið bara að setja sko smá svona egoið þitt á hilluna. Því að þetta er svolítið svona bara, manni finnst þetta bara svona, oh my god, því að þú veist, ef þú ferði eitthvað svona mikið að hugsa út í þetta, þá bara svona, ég veit ekki, mér fannst ég smá kjánalega alltaf fyrst að vera eitthvað svona tala í stóri og margir tengjaði það eitthvað, en þú verður eitthvað bara svona... Mér finnst þetta samt í dag orðið svona people are over it, sko. Já, ég veit það, þú veist, já. Bara samfélagsmiðlar er komið svo langt og þetta er svo ógeðslega stór partur af markasetningu í dag að það bara... Já, eiginlega bara aðal, sko. Allavega mjög mikið hægt og farið, en allavega vera ótrúlega duglegur bara að posta contenti, jafnvel, þú veist, ekki minna en þú veist, ég myndi segja 4 sinni í viku. Já, ég myndi segja 1 dag eða eitthvað. Já, story er tala þú veist, þú veist, það er svona 5 sinnum. Já. Þannig ekki minna að gerist eitthvað og 4 sinni vinsinni, en sérstaklega þú koma þér framfæri 5 sinnum í viku og alltaf og vera rosalega mikið, þú veist, content er búið að færast rosalega mikið yfir í vídeokontent, skilur, að gera posta bæði, en að einblína kannski meira á það. Og já, að ykkar sem sagt profile síða er bara svolítið eins og ykkar CV
skilur. Þetta bara hvernig efni ertu að búa til, skilur, hvað ertu að gera og bara hvernig stílur með og hvað, þú veist, hvað þú getur farið í, þannig að, en svo náttúrulega eru alls konar svona vinklar á þessu, þú getur farið í að búa til UGC-content sem og þá ertu líka að vinna við basically á samfélagsmiðlum, nema þú ert ekki að gefa efnið út, þú veist, á þínum miðlum heldur þú ert að vinna fyrir fyrirtækið og fyrirtækið postaði hjá sér. Þetta er sem sagt UGC stendur fyrir User Generated Content og já, þannig að það er mjög algengt í dag. Til þess að fara í það líka, þarftu samt að vera með eitthvað portfóljó til þess að hvernig þú býrð til efni, skilur. Já, verður svona byggja upp bara einmitt eins og CV, skilur. Og það þarf ekki alltaf að vera eitthvað, þú veist, byrja, ef þú ert alveg starting point, skilur, alltaf misjafkar fólk og eitthvað, hvaðan spurningin kemur, en ef þú ert alveg á byrjun, þú veist, taktu einhverja vöru sem að, þú veist, það þarf ekki að vera eitthvað auglýsing, bara taktu allt sem að þér finnst næs og talaðu það, skilur, gerðu eitthvað flott aesthetic vídeo fyrir Instagram er meira aesthetic vibes, TikTok er meira bara svona eins og gamla Snapchat vibes, skilur, bara spjalla, miklu meira svona authentic content, þannig að já, mér finnst líka bara svona að vera bara svona, þú veist, hvað langar þig að deila, eða skilur finna líka eitthvað svona ákveð, skilur, þú veist, mér finnst það líka alltaf gott, þú veist, vera með nís. Já, vera með eitthvað nís, þú veist, eitthvað og fókus á það og vera svolítið svona eins og, þú veist, að vera consistent, hvað er á íslensku? Við erum alltaf alveg, að vera svona, þú veist, consistency, það er eiginlega bara svona key þegar kemur að samfélagsmiðlum, að vera bara, þú veist, eins og varst að segja, bara posta nóg mikið. Já, sko, spyrja mig hvað consistency sé á íslensku. Ég er bara, I do not know. En þú veist, að vera bara stöðuleiki. Já, það ekki bara. You know what we mean. Já, og þetta er svona, ég held að það sé sko bara key að, þú veist, þú verður bara að byrja og bara byrja að posta og halda þig við. Ekki bara, ég held að margir skilur brenna sig á að, þú veist, byrja kannski og svo bara út af þeim finnst ekkert vera að gerast kannski strax. Þetta er eiginlega bara svona, og þarft endalast að vera bara svona sína eða, veist, og þarft ekki endilega að vera að tala, þú veist, það er að þetta búið til svo mikið af alls konar content í dag. Já. Þannig, já. Mér langar að taka eitt sem við langar ekki að eyða miklum tíma í samt, en þegar fólk spyr hver er vinnan ykkar fyrir utan samfélagsmiðla og við vinnum bara við samfélagsmiðla og podcastið og erum ekki. Já, það er eiginlega bara vinnan okkar. Það er vinnan okkar og þetta er vinna og þetta er rosalega mikil vinna og ef við fara að pröfa að gera content og eitthvað, þá svona kannski. Já, þetta er svona, en ég skil að fólk er oft bara svona, þú veist, ég skil að það skilur ekki alveg hvernig það virkar, en svo ef maður hugsa bara aftur í tíman, þú veist, þetta er í raun og veru ekkert eitthvað nýtt á nálinni að, þú veist, skilur við og opna bara gamalt hús- og híbýliblað eða gestgjafinn, það er allt kostað, skilur við. Það er bara núna komið bara í allt annað form og þetta er á samfélagsmiðlum og þetta er miklu svona kannski in your face og fólk svona þannig, og núna er fólk alltaf bara samstarfsaðila og kostendur og þetta er búið að vera bara þing bara forever, sko. Þannig, þetta er, já, en einmitt, þetta er bara vinnan okkar og bara geggjað. Þú taka næstu? Já, svo þú mátt bara velja. Ein sem sagði, hvernig lúkkar erfiður vinnudagur? Er það ekki? Það er kannski líka. Já, tengja við þetta. Það eru önnur spurningar, það eru 2. Finnið þið fyrir mikill pressu að gera content eða eigið off-dag eða eitthvað svona? Og já, það kannski tónar við svona, hvernig lúkkar erfiður vinnudagur. Já. Sko, já, ég finn ekki svona pressu, en þú náttúrulega svona í þessari vinnu, þá þarf þú að vera þinn eigin yfirmaður og setja pressuna sjálf, þú veist, á þig, en svo stundum bara gerast það þannig að maður er að eiga bara off-dag og bara lífið er bara gerast, en samt þarf það að klára eitthvað verkefni, en ég reyni yfirleitt að sko raða í þannig að ég þurfi ekki, þú veist, ef ég á bara eitthvað træðilegan dag, þú veist, þá bara reyni ég að gera það þannig að ég þurfi, það er nefnilega næs við þetta, þú getur púslað þessu, af því þetta krefst svo mikið frá þér, þú veist, þú ert að búa til og þú ert með andlitið þittin á þessu og þú þarft alveg að vera svolítið svona stemdur í það kannski, en svo þarftu líka bara að ná þér upp úr einhverju þú veist, og við erum að tala um það svona auðvitað sem er kannski bara, ég veit ekki, þú veist, þetta er ég held bara, ég myndi samt sko, ég reyna eins og ég get, ef ég er ekki að fíla og það er það sem fólk oft svona
stundum ég bara ekki svona, bara að eiga ofta og ég svona, ég get bara ekki einhvern veginn komið mér í það að taka þetta upp og Steinar oft kannski bara, heyrðu, taktu bara þetta og taktu þetta bara upp og ég svona, ég get ekki útskýrt það en ég verð bara svolítið að vera í mútinu. Já, og í flæðinu og ég veit að hljómar sem að segja Við þurfum að vera í hormónasumrinu eða vorinu. Já, eða eiginlega þannig, maður þarf að vera svona í, ekki það að maður sé alltaf bara, heyrðu, nei, núna get ég ekki, það vetur hjá mér, það snjóar úti, bara eitthvað svona hræðilegt, en það meira kannski svona, mér finnst svo erfitt að útskýra og stundum svona, ég held að margir sem eru kannski bara að búa til að skapa eitthvað, þú getur ekki bara eitthvað svona kveikt á eins og takka stundum. Nei. Stundum ég líka, en svo stundum ég bara, og ég bara heyrðu, ég verð að gera þetta núna, skilurðu. Ég held að sé líka svona að þú veist að skrifa niður alltaf þegar þetta eitthvað kreatív í hug og ferða einhverja hugmynd, þá skrifa ég alltaf strax niður í notes, það er ógeðslega sniðugt. Gott að hafa þetta alltaf í notes og þá getur ég leitað í það eða þá bara eitthvað svona, ok, þú veist, þetta vara sem að, þú veist, ég nota ógeðslega mikið og ég að fara að gera verkefni með þessu fyrirtæki núna og hvernig sé ég þetta fyrir mér og plana fyrirfram mánuðin hjálpa mér ógeðslega mikið, ég plana strax í byrjun mánaðar hvað ég þarf að gera og svo hef ég líka alveg lent í að ég dreigi verkefni mín það langt að ég bara þarf að skilja svo af mér veist, ég hef lent í því og þá það bara eitthvað veist, að því lífið bara gerist stundum og stressi sem að þú veist, skiljur, þannig að getur stundum alveg verið þannig en það samt bara á sjálfur held ég, þú veist, það var ekki það ég var að eiga það marga oft daga, ég komst ekki í það snýst bara skipulag og ef maður skipulagur þá gengur þetta allt miklu betur fyrir sig. Það held ég bara key og þarfst líka að vera bara náttúrulega, þú veist, þú ert þinn eigin yfirmaður og þarfst að vera skilu, ég veit ekki, ég held að fólk haldi oft sko að maður sé oft bara heima að dingla sér, en mér erst oft sko ég næ bara ekki klára verkefni því að svo mikið að gera í öllu einhvern veginn, þú veist. En já. Svo, mér finnst þessi svolítið góð hérna, hver væri skilaboð til ykkar your younger self stendur þegar þið voru að byrja á social media? Já, ég sá ekki þetta að byrja á social media og sko ég myndi að segja bara veist, að vera veist, ekki pæli hvað aðrir eru að hugsa það væri kannski fyrsta, skilu ég hefði að byrja fyrir löngu á samfélagsmiðlum hefði ég ekki verið svona ótrúlega mikið bara svona ég var líka að hugsa bara, hvað með þessi sem var með mér í grunnskóla, ég var bara svona, ég var bara, hvað var allir og ég var bara stresskasti, ég opnaði fyrst miðlum minn og ég sá bara fullt af fólki sem ég kannast við var að byrja að fylgja mér, skilu. Þannig ég svona, ég veit ekki, bara ekki vera að pæla í hvað öðrum finnst, gerðu bara svona þú vilt, skilu, því að, þú veist, það alltaf eitthvað fólk sem áttur að bara, hvað er kjánulegt og sitandi út af og bara svona hunsa allt það, skilu og bara trista á innsæðið þitt og vera bara þú sjálf og ég held að það sé bara mikilvægast bara, skína alltaf ekki bara vera maður sjálfur og líka skilu bara svona bara vera eitthvað neginn, þú veist, ég held bara þetta svona ekki, ég myndi svona yngra þá myndi ég hætta að pæla í hvað öðrum finnst og bara gera bara það sem þér fókir langa til eða skilur, ekki vera, þú veist Ég myndi segja, ekki meint your younger self að því að ég byrjaði ekki beint að social media eitthvað svona með því markmið eða kom mér út frá allir dansað já mér, þannig að það var ekki svona nú ætla ég að vera áhrifavaldur heldur meira, því það var líka ekki á þeim tíma eitthvað svona content jú, þú veist sem við vorum með eitthvað ákveð svona fylgjendahóp og en það kom svolítið út frá allir að dansa hjá mér eitthvað svona, eða búa að vaksa eitthvað aðeins og svo kom það var svona ekstra mikið og eftir að vera í sjónvarpi og svo fór ég að, þú veist, bara ok, ég hef ógeðslega mikið áhuga tísku og þessu og fór bara að byrja sinni að vera því en það sem ég myndi segja af því að ég pældi ekkert rosalega mikið hvað öðrum að ég var líka bara að fá eitthvað svona voða jákvætt, bara eitthvað, þú ert svo flott og fín og hvað fannstu þetta? Og maður bara, það var ekkert eitthvað svona ekkert eitthvað neikvætt Nei, ekki ég reyndar ekki heldur það er alltaf einhver til að nóti, skilur en þú veist, það kemur mér ekkert við en hann og líka bara, þú veist, þetta unfollow follow button, sko, þú ræður ég veit að þú stjórnar sjálf hvað þú ert bara en svo ég myndi segja að tipp væri að þegar eitthvað nýtt kemur TikTok, eða þá að gera voiceover ég sá einhvern gera voiceover og ég var bara eitthvað, hvað er skrítið hugsaði ég,
og þetta er svo langt síðan, þetta var fyrsta voiceover sem ég sá, ég bara, þetta skrýta eitthvað, tala inn á vídeo og sem svona eitthvað að gerast, ég bara, en spes, ég er ég að fara að gera þetta? Nei, það. Svo bara var ég að lesa, bara hvað er content coming up og bara þetta væri bara að fara að vera ótrúlega vinsælt í, þú veist, content heiminum og bara start doing this. En ég byrjaði ekki á því að ég var eitthvað hrædd við það, Þannig að ég myndi segja við yngri mig að ekki vera hrædd að gera eitthvað nýtt inn á miðlunum, bara ekki vera eitthvað þetta er kannski eitthvað asnalegt eða þetta er kannski eitthvað skrítið eða eitthvað, þú veist. Þannig að bara ef þetta er það sem er að virka og þetta er það sem er að gerast í social media heiminum, do it, ef það er að fara að íta efninu þínu áfram, do it. Þú ert aldrei, af því þú sjálfur ert aldrei að fara að tapa neitt á því. Nei, og líka bara það er óslega góð leksía bara að fara út fyrir þægindarama. Ekki, því að það er líka máli með, finnst mér, samfélagsmiðla. Þú veist, þú verður eitthvað alltaf að vera svolítið svona á, þú veist, þú eru alltaf að vera svona svolítið á tánum, þú getur ekki verið bara eitthvað svona, nei, ég ætla bara að vera Snapchat, eða eitthvað þú veist, það bara virkar ekki alveg þannig, en þú veist, ég hef verið að byrja TikTok miklu fyrr. Já, ég líka. Ég var bara eitthvað hrædd við það, ég var eitthvað svona, nei, það er einmitt miðl sem ég var bara, oh my god. Bjóð bara alltaf til aðgang, og svo ég fyrst núna, go follow me on TikTok, Já. Ég er samt að mér langar að vera duglegri. Svo seinar á TikTok. Ég veit, en ég er svo hrædd, þú veist, það er líka máli, að ég er líka hrædd með þar inn á, ég er bara, oh my god, því að fólk er bara, ég er lifandi að næni. Og þótt að, þú veist, að það trufli mig ekki. Þú veist, og við erum reynda líka á TikTok mömmulífið, þannig fylgja okkur líka þar, og það er ógeðslega fyndið. Ég mæli með að fara og skoða bara kommentin á þessum vídeónu okkar. Þetta er svo fyndið og maður bara svona, þetta er svo bara engagement, þetta er bara gott og fólk hefur bara sterkar skoðanir. Þannig það er líka bara svona jákvætt, en mér finnst það sjúklega góða punktur. En út frá þessu, þá langar mér svo að spyrja þig, ef þú verður ekki á samfélagsmiðlum, þú veist, verður ekki að vinna við þetta, búið til efni, hvað heldur þú að vera að vinna? Og ekki, þú veist, ég veit, þú verður eitthvað dans. En ekki það heldur. Ég er að meina, þú veist, ef þú væri bara eitthvað svona, ok, þú veist, hvað vinnumarkað? Já, hvað verður að vinna við? Þú veist, hvað heldur þú? Ég færi örugglega í sálfræði eða svona félagsfræði eða eitthvað, ég veit það ekki alveg. Eitthvað svoleiðis, af því mér finnst alveg magnað hvernig mannverurnar, hvernig við virkum og tilfinningarnar okkar og mér finnst þetta magnað. Af því að ég fór sjálf í sjálfsvinnu og er bara ný manneska eftir það, skilur, þú veist. Og auðvitað bara maður sjálfur er endalaus vinna. En bara mér finnst það bara svo magnað og af hverju fólk haga sér eins og það haga sér og alls konar andlegi kvillar og þú veist, þegar fólk er eitthvað svona þú veist, bara alls konar mér finnst persónuleika raskanir rosalega áhugaverðar og svona ég held ég væri örugglega einhverju sálfræði tengt alveg pottþétt, ef ég væri að fara í eitthvað svona bóklegt ef þú væri að fara bara, annars myndi ég, þú veist, við örugglega vilja reka kannski fyrirtæki eða búa til eitthvað svoleiðis ég segi það samt að líka fyrir mér í eitthvað svona tísku geiranum, eitthvað svoleiðis en þá myndi ég samt örugglega vilja, þú veist ég væri örugglega til að þá eiga kannski fashion brand eða eitthvað svona. Já. En jú, líka sálfræðingur. Ef ég færi í eitthvað svona ekki artist. Ég veit ekki að við tók spurningunum þannig. Nei. Já, það væri örugglega margt, en eitthvað svona bóklegt, þá væri það sálfræðitekt. Já. En þú? Það er, ég veit ekki, sko ég hugsa alltaf að ég væri örugglega bara í mjög svipu bara markastengdu, eða skilu. Já, bara markasfræðingur. Og bara, þú veist, ég er samt sko einu sem langaði mig alltaf svo mikið að vera markasfræðingur og vörumerkjastjóri og allt svo leiðis, en svo, þú veist, er þetta svo mikið eitthvað Excel-skjöl og eitthvað. Ég er bara meira svona, ég verður meira til að vera svona kreatív og skapa og vera kannski skilu þannig. Er vörumerkjastjóri, ég er mitt að spá í því, er það svona Excel-dæmi? Já, það er bara, þau eru bara að reikna út skilu bara svona tölur og já, og eru bara skilu áætla skilu, þú veist, já, við erum að fara að kaupa þessu veru, ég ætla áætla fyrir næsta ár skilu, og eru bara í Excel og já, þetta er alveg, þú veist, og ég var að mitt í viðskiptafræði og fór í fullta Excel, sko, og þetta er
þú veist, já, þetta er ekki, þetta er, nei, eins og viðskiptafræði, ég fór í það og ég var bara, oh my god, bara skeggjað, bara markas og ég held að þetta væri meira skapandi. Þetta er bara eitthvað svona reiknis eitthvað og ég er bara svona, vá, ég er bara meira, ég á bara að vera í eitthvað svona meira skapandi og meira svona, þú veist, einmitt, bara að skapa og þess vegna ég líka alltaf, þú veist, að hvetja alla sem eru eitthvað svona, mér langar svo, þú veist, byrja á samfélagsmiðlum og það er bara svona, já, því að þú veist, bara endilega prófa það, því að það er svo gaman að skapa eitthvað, búa til eitthvað, þú veist, eins og þetta, sjá bara Instagram sitt, skapa vídeo eða eitthvað skilu, þú veist. Þetta er einmitt máli, ég sé mig ekki fyrir mér í neinu nema skapandi, þú veist, nema, jú, eins og ég segi, það er eitthvað bóklegt, en ég bara, það er bara, ég þrífst bara í því, ég hef alltaf verið svona, bara frá því ég var yngri, bara einhvernundar mínar bara í grunnskóla voru bara þannig, skilur, þú veist, það var bara 10 hérna og ekki, svo þurfti ég bara, ég var svona típur sem þurfti að læra ógeðslega mikið fyrir 7. Já. Þú veist, ég var bara 7 í þeim fattur upp bara solid, en ég þurfti sko að læra. Já. Þú veist, og hafa ógeðslega mikið fyrir því og með athyglisbrest og allt þetta, sko. Og ég tengi svo mikið, sko. Ég er samt líka alveg þannig, ég þarf að ógeðslega mikið fyrir svona lærdóm því ég bara dett bara út og ég er alltaf svo mikið, þú veist, í gangi, þannig ég er svona, væri samt örugglega í eitthvað svona þannig skapandi, en ef ég væri alveg bara eitthvað allt annað, þá væri ég örugglega líka sko, þú veist, ef það væri mjög vel borgað, skilu, og ég bara tek hattina fyrir leikskólakennara, þá væri ég alveg til að vera leikskólakennara, ég elska að vera með börnum og mér spött bara, þú veist, ég vann á leikskóla í 2 ár og þetta er bara ótrúlega lærdómsríkt og gefandi, en þetta er rosalega mikil vinna og sérstaklega maður komið börn sjálfur, en þú veist, þetta er bara... Maður fattar ekki, sko ég var að vinna í grunnskóla, ég var að kenna dans. Já. Þú veist, og í þeim skólum sem ég kendi, þá var þetta bara svona fag, skilur. Já. Dansasúfari, starffræði, skilur. Já, geggjað. Einu sinni í viku alltaf, og og þetta var það er svo magna að vera með börnum. Já. Þetta er svo gefandi og þú lærir svo mikið, þú veist, ég lærði þolinmæði. Já. Á að finna með börnum, skilur. Það er náttúrulega bara að þau kenna manni það. Já. Þú veist. Og ég var svo glöð og bara þvílík blessun að hafa unnið við þetta áður en ég varð mamma. Ángríns. Þetta er bara, mér finnst bara að vera, þess vegna er ég alltaf bara, ég mun alltaf segja, þú veist, að leikskólakennarar og kennarar ætti að fá bara eitt að besta borga því að það myndi vera það besta fyrir samfélagi okkar, skilur. Það var einmitt eitthvað svona kjarasamningadæmi í gangi á kennurum, ég var bara pay them. Já, bara pay them. Ángríns, bara kennar eiga skilur og líka, þú veist, þetta er bara miklu, þú veist, að ég veit ekki og börn eru bara svo ógeðslega pjúr og það er bara yndislegt að fylgjast með þeim, þannig þannig bara leikskólakennarar eru. En talandi börn. Já, talandi börn. Ég náttúrulega er ótrúlega rík, það er bara ég var að eignast litla frænku, vinkonum mín að eignast börn og allt svo leis, og mér langaði svo mikið bara að segja ykkur frá því og minna á að það, við erum í samstæðu fyrstu sporin og ég er að fá svona flashback aftur að sjá, þú veist, vinkonum mínar og alltaf tala þetta eins og bara senast þetta. Ég mæli með hana litla kassanum frá Bibs sem er með, ég man ekki hvað hann heitir, en hann er með svona 4 mismöndu Bibs snuðum, heitir eitthvað Trybox eða eitthvað og bara hægt að kaupa þetta bara í apotekki eða Petit eða eitthvað og þetta er svo sniðugt að vera með þetta og testa og veist, hvaða snuð hendar barninu því að þú veist, börn eru ótrúlega mismöndi og það er bara svo næs að geta bara keypt svona 4 í pakka í staðan fyrir alltaf að kaupa bara nýja skilur. Ég keypti svona einmitt líka. Já, eða ekki. Ég man eftir þessu, jú. Nema hún tók bara fyrsta, þannig það var bara ég var bara, herra, ok. Það er komið. En svo prófaði ég hinn einmitt og þá virkaði þau ekki eins vel, skilur. En ég fann alveg út úr því að þetta var, ég hefði ekkert vita það. Nei. Nema hafa bara, kassa, sko. Mér finnst það líka, sko, því að þetta eru líka, sko, á þessum snuðum, þá er það, þú veist, latex eða sílikon, þú veist, þetta er svo margt, þú veist, það er bara, þetta duttu og þeir sem eiga skilur bara vita og ef að sérstaklega barnið tekur ekki snuð, þetta er bara, ég held að vinkonum mín er bara, hún er endalst að testa, sko. Já, en það er svo líka bara, ég myndi að halda áfram, ég var einmitt að tala með þetta vinkonum mín í gær og hún var bara, já, ég er ekki með að gefast upp, sko. Ég held að þetta sé best, en ég ætla að halda áfram að prófa, skilur. Það er ógeðslega fyndið. Já, bara 2 ára loksins. Anna góða. Ding, ding. Anna, þetta er snuð. En já, þannig við mælum með og ég mæla alltaf með, sko, ég elska Bibs er mjög aðgengilegt núna. Það var ekki eitthvað Áslaug hún var lítil. Nei, já. Veit ekki hversu oft maður hefur verið bara í ykkur panikki Petit loka á sunnudum, skilur,
ekkert snuð að finna, þannig ég mælu með það bara í öllum apótekum og bara ógeðslega gott úrval, sko. En við erum að banna umræðinu hérna. Ég ætlaði líka að tala buxurnar aftur. Veep hands. Já. Ég verð bara að tala um hana aftur. Já. Að ég var eiginlega nýbúin að kaupa þér þá. Já. Og var bara, þetta er svo næs. En núna er ég bara, þetta eru bestu buxur sem ég á barnið mitt. Bara, að því að, þú veist, ég er ekki lengur með hana, ég er aldrei með hana í galla, ég er alltaf með hana bara í, þú veist, kannski fær ég eitthvað meiri það, ég veit það ekki, en mér svo geggja hún er bara í buxum, skilur. Já. Og að því að þær eru svartar, skilur, og þær eru svona straight leg, flared, thick, skilur, þannig að hún er svona svo lítil gella í þessu, skilur, þú veist, ég þetta er svo kjút, sko. Þú veist, og hvernig þetta fer svona yfir skólna, ég bara, ég verð að kaupa þess. Hún er svona lítið mannabann, skilur, þú veist, bara lítið mannabann. Get ekki, þetta er ókvæslega sætabuxur og það ástæðan fyrir ég elskar svo mikið þær eru hlýjar, þær eru þykkar og að því þetta er svart, hún er bara búin að, þú veist, þær eru bara ókvæslega skítið að þau komum inn kannski og ég dusta rétt svo á þeim og ég get bara notað þær aftur, þar ekki þess að þú það er strax, sko. Nei, og líka sést svo lítið á þessu, sko. Svo lítið á þessu og bara þær eru hlýjar og bara, þetta er bara fullkomið eintak af buxum, þær heita Frigg og eru frá 66, samstagsaðal okkar. Mæli mikið með. Þær eru ekkert smá og þær koma líka í alveg bara, þú veist, ég geti kipta Áslu alveg í mörgum stærðum, sko. Og ég með þetta 92, tiny. Þannig, geggjað. En við ætlum að fara yfir smá tips og tricks varandi samfélagsmiðla. Það ekki. Eigum við að byrja á, þú veist, hvernig við tökum efni eða... ég sko það kemur að því ég er svona, ég veit ekki ég er sko, fólk heldur að þetta sé bara eitthvað svona síminn en ég er einmitt svona tripod ég nota tripod líka nota tripod, sko held ég 3 tripoda, skilur ég á eitt sem festist við vegg sem er svona, samt kemur út og það er að kaupa þetta bara í þú veist, allstaðar, alls konar búðum eitthvað. Ég keypti á Amazon, of course. Ég keypti alltaf Amazon. Við þurfum að fá út lista frá Ástrós. Ég er alltaf bara... með Amazon, sko, veistu hvað ég var að reyna að gera? Hvað? Ég ætla að reyna að gera þetta og ég skal láta ykkur vita ef ég næði. Gera Amazon storefront. Já, hvernig gerum við það? Ég veit ekki, ég ætla að finna út úr því. En ég var komin eitthvað áleið. Já. En það er svona ferða-tripod. Já, ég var með þannig líka. Og það er algjör snild af því hann er svo lítill alveg saman hvort þú sést eða þú veist, hann verður svo lítill, skilur það verður að bara svona lítið svona stikk, skilur og veist, alveg sama burt sér frá því hvort ég sé ekki að ferðast það er bara, ég hendur sér bara inn í skáp heima þú veist, tripodnum, ég þarf ekki að þetta er ekki svona eitthvað stór nei, bara. En svo á ég eitt stóran sem er af hringljósinu mínu munið ekki eftir gamla góða hringljósinu, skilur ég á þannig og það er bara eitthvað fyrir aftan hurðinu hjá Nóru því ég nenni ekki að geimslu ég þarf að grípa þetta þannig að ég mæli svo mikið, ég nota langmest litla ferðatræfinu bara og always. Þú keyptir hana á Amazon já, ég skal finna link á honum þú er að finna link held að sé hægt að kaupa það líka á Íslandi en þau eru alltaf með mjög gott úrval bara í Elko ég hef alveg keypt það eitthvað skilu eða Origo og þetta er ekki samstarfað neitt þetta er bara þú veist, og svo Reykjavík Fótó eða skilu, það er bara þið viti, en ég er alltaf Amazon. Heyrðu, ég sá reynda líka í okkar bestu IKEA. Þau eru reynda með sko, ég keypti þannig, þau eru með sko, báka ég mæli með, þetta er ógeðslega ódýrt. Þetta er sem sagt bara svona standur, þeir sem eru að horfa eins og þessi bara mic-standur, nema með svona litlu hringljósi, svo getur sett síman í. Já, veistu hvað ég er að tala um? Ég veit alveg nokkar sem eiga þetta. Já, og þetta er algjört hags. Sérstaklega þú ert bara eitthvað svona að byrja að fara bara í IKEA, kaupa hennan góða stand, þetta er bara, og ég held að hann kosti bara eitthvað 4 skall eða eitthvað, bara eitthvað, þannig þú veist ekki eins og sérst bara eitthvað fjárfesting í Elko bara með, þú veist, en þannig það er geggjað. Já, en svo á ég Alex Earl-ljósið líka. Já, ég þarf að kaupa það. Amazon, já. Ég þarf það, sko. Þegar við fórum út að borða, ég er ekki að tjóki ykkur. Við fórum út að borða eftir fagnaseríunni á uppibar og við varum alveg, veistu, ekki að kósi staði svolítið svona dimmt. Ég alveg, vá, hvað er dimmt? Kannski sérst ekki að þú veist maturinn að við ætlum að taka myndir eitthvað. Ástur svo bara, býtun og hæg, bara kom bara og ég alveg, er gott ljósa þessu. Það var eiginlega bara svona, maður var alveg að trufla hitt fólkið, sko, að vera með þetta. En sem betur fyrir var mjög rólegt, sko, þannig við vorum ekki, en þetta er svakalegt ljós. Þetta er svakalegt. Ég verði að fá mér þetta, sko. Það er ekki það dýrt, sko.
I'll send you the link. Nei, já. Ég held við ættum að linka allt í story, sem gera það. Já, við verðum að gera og, Af því að ég ætla að tala líka að ég á digitalvélina, Mhm. sem við erum búin að tala áður, ég skal Já. setja hann í story, svona litla Einmitt. old school, og Canon GX7. Þú átt hana held ég líka vloggmyndavélina hana. Já. Nei, ég hef ekki litlu, ég hef bara svona stóra. Já, ok. Já, hún er svona lítil þessi. Já. Hún er alveg góð, sko. Já, Ég mér tek- langar nefnilega í þannig litla, sko. Og pínu hacks að setja á stillingu P og taka með flassi myndir úti, finnst mér pínu cool. Ó, Í sól. hey. Flass út í sól er Já, verður Nice. svona, já, það verður ég svolítið fatt cool eitthvað, já, vibe, ég fatt yfir eitthvað því. meinar. Ég sé svona Instagram-gerlurnar mínar sem að ég elska, þær gera það alltaf. Já, það er nefnilega ógeðslega, ég held ég veit hvað myndalið er. Ég var einmitt að reyna að finna hana og því ég ætlaði að kaupa hana, það er hann svona sé ekki til á Íslandi. Ég kefti hana á Íslandi alltaf fyrir mig. Kannski er hann uppselt núna eða Já, eitthvað. ég skal reyna að finna hana. Já, ég ætlaði hann að vara Annars eitthvað. líka ég Hamstone og sett storefront upp eða eitthvað. Heyrðu, ángríns, akkur er ekki Amazon eða eitthvað svona hérna á Íslandi, akkur senda er ekki, Þú senda náttúrulega til Íslands. en það er svo dýrt. Já, en þú þarf bara að samina með einhverjum. Já, Þú veist bara, þú veist, setja bara í close friends eða Já, já, já. vinkonum bara, hæ, hverjum langar að panta með mér á Amazon Já, já, og já. deila. Þá er strax bara, ef þú setur sendingakostnaðin í helming og tollin, þá er þetta strax bara eins og venjulega já, tollin. já. Ef þið bara saminið. Já, ég veit það. Þetta er bara svona stundum Emma bara að búa í Íslandi. Maður er bara, ok, þetta er bara fínt verð á þessu. Svo er þetta bara Sendingakostnaður, skalið. maður er bara, Já. er stundum bara jafn mikið og sendingin. Maður er bara svona, ok, Ég er besta vinkonum mín með að byrja að fljúa núna, hún Helga mín. já. Byttu fyrir Helga. Greið. Hvað? Bara, ég Já, er alltaf bara þú, að já, senda já, já. á manneskuna the Amstone Queen. Já, ég Ég var reyndar. bara, Ég er svo feimur við að beða fólk sko, ég er alltaf bara eitthvað, sko vinkonum mín hefur oft verið bara, segðu mér bara hvað þú vilt, Já, eða skilur, já, ég er alltaf já, bara, já. ok, væri enda til í þetta og þetta og Já, þetta, þú já, veist, já. og ef fólk er líka að bjóðast til þess, skilur, er það þá er öðruvísi að, líka, þú já. veist, og líka besta vinkona einn, það er sko, það væri annað og væri bara með frænkuðina, bara sigga Já. frænka, bara, heyrðu, ert þú ekki að En fljúa? ég hef líka heyrt að þú veist með flugfröður að þú veist það er lenda líka oft í að vera bara herðu, hver er, þú veist, þú ert að fara hérna á Seattle og það glemdist pakki, getur tekið hann með heim, skilur, Já, þú já, veist, já. þetta er vist eitthvað, Þetta er it's a rosa, thing. já, guð, þetta er rosa næs. Ég hef með fluffu vinkulu líka, ég kannski læt hana, þú veist, hún er að fara fljúarugla aftur núna. Já, örgulega, vá, ég manna það ekki. En anyway. það ekki einhverja svoleiðis, þá að Það er- gera sér það. Ángríns, en mér langar líka svo mikið að spyrja þig, hvaða app ertu að nota? The apps. The apps. Sko, Ok, ég ætla sko að fara í síman minn þannig ég gleyma alveg pott einhver. já. En heyrðu, á meðan þú ert að finna þetta, Já. þá ætla ég, og út að tala um app, við erum alltaf, er ekki allir komni með Ég er með samkaupin? samkaupappið í símanum. Ég leiði að opna síman og Já, sé já, ég já. samkaupappið mitt. Netto appið, Já. en heitir samkaup. En mér langaði svo mikið líka bara út af því að ég gerði pöntunum daginn og keypti bara, og því ég kaupi alltaf, þú veist, hérna fullt af eitthvað svona mönsi frá Anglamark og ég hef nefnt það held ég áður, en krakkarinn mínu elska, heitir eitthvað jordber og epli eða eitthvað og ég kemur alltaf í svona litlum pökkum Já. og er svona lítið nammi. Já, ég veit hvort það Veistu hvað ég er að tala um? Já. Það er, þeim Já. finnst þetta sjúkla Sjúkla gott, þetta gott. er svona, ég er það bara nammeila, skilur. Svona gummi en ekki gummi. Já, og þetta er algjör snill ef þið eru að fara ferðalag, hendir sér í töskuna og líka bara ég reyna alltaf að vera með eitthvað svona, þú veist, tilbúið, skilur, og þau eru oft bara þreytt eftir ef maður er eitthvað að fara að stúsast eftir leikskóla og dagmömmu eða eitthvað, eða bara, þú veist, ef við erum einhvers staðar helgar, bara, þú veist, að það er bara næs að vera bara ready, skilur, ef að þau eru eitthvað svöngið eða eitthvað. Já. En þetta er okkur fullkomið, hugsa ég, ef maður er að fara í flugvél eða eitthvað. Já. Þú veist, taka með sér eins og Já, þú ert að fara. ég er að fara út, Þannig taka með þér svona lítinn, því að þú veist, að ég veit ekki, minnst litli krakkar líka oft svona, þau þurfa oft ekkert eitthvað, æskilið, þeir langar bara í smá, þannig að stundum pirrandi að vera með eitthvað stóra póka, þannig það er geggjað og líka mér langar ekki að mæla með, ég kefti havra, Anglamark havra, sem eru bara glutenfríir og eitthvað svona bla bla bla, Nice. og eru sko, og því átti aðra havra, og meðanst ég bara sjá hlið við hlið, hvað Anglamark var bara svona meiri gæði, eða skilur mig, þú veist, þau miklu svona,
ég veit það ekki, bara svona geðveitt næs, þannig mjög random, en ef þið að pæla mikið í höfrum, þá mæli ég með þessum. Ég líka bara að reyna að fá eitthvað. mér hafragraut á mótnana, það er svo gott. Ég elska. Ógeðslega, ég kom með geggja uppskrift ég geri, uppskrift, þetta er ekkert frúsaflóki, en ég set, þú veist, möndlumjólk, ég var að fara að segja almond milk krakkar, ég var að fara að segja almond milk. Vel gert, sant. Möndlumjólk og möndlumjólk og setja síðan hafran í pött og síðan, er nú ekki mikið flóknar það, kannski pínu chia fræ með stundum og síðan setja ég ón á fínt svona good netusmjör Nice. og ég seti frá muna hana kókosflögurnar Nice. Ógeðslega gott. Það er hags. og hampfræ Já. og banana Nice. og banana En setur ekkert síróp? Finnst þér ekkert vant eitthvað smá svona sweet? það er ekki verið með knetusmjör það er með síróp og netusmjör, ég veit ekki ég get kannski prófa það næst en ég finnst netusmjör svolítið bara svona búff. Já, þér finnst það alveg nóg. Já, sætt. svona, Ég elska góðan graut. Já, góða grautar eru Ég sakna líka fórstu eitthvað tímann stund. Já, ég var að fara að segja það var svo gott maður. Ég var að tala við Ernu og Já, heyri Ernu Þú veist, ég var bara my god. Þetta var svo gott Nei, þetta var svo gott og ég bara svona líka, þú veist, ég elska hafragraut allana, anyways þess vegna er ég alltaf bara með eplum og einhver karamellusósa sem ég veit ekki hvað var í ég var bara En manstu, þú getur ekki búið til manstu við fórum á Hábar Já Hann var að segja ykkur eitthvað hvað hann gerði hann sósuna Nú manni ekki Ég manna ekki heldur En þú getur gert það með munadótinu Eða að blanda saman gutt súkkulaðinu og netusmjörinu eitthvað, ég veit það ekki. Við erum komin í svaka upp. Já, anyways, við testum þetta, látum við vita. Ég er bara svöng. Ángríns, en ok, uppið þín? Já, uppið mín, ég ætla ekki uppið mín. Ég nota Lightroom. Já, það er mjög vinsælt. Það er mjög vinsælt. Ég vissulega nota það oftast bara svona til að taka að því ég get still litina. Hvernig þá? Þú veist, ef mér finnst myndin aðeins og gul, þá getur bara að fara í gulan og dreigja gult saturation niður. Já, aðeins svona kæla. Já, ég get kælt, ég get hlýtt, skilur, þú veist, mér finnst þetta besta appið upp á ef ég vil laga litin eitthvað í myndunum. Annars er þessi svona standard preset sem ég er búin að búa til inn í Lightroom sem ég er með. Það er ekki mikil breyting, þú veist, þetta er ekki mikil, en ég verð svona, þetta er svona aðeins meira svona, já, alls konar svona nice, en samt ekki svona, þú veist, myndin samt basically lítur eiginlega alveg eins út. Já, svona. En samt ekki, þetta er svona natural edit. Þú myndir ekki að taka eftir, skilur. Nei, þú myndir ekki halda, sko. Og svo finnst mér einmitt núna, ég hef alveg búin að undanfara að vera að posta bara ekki, og mér finnst content í dag bara orðið þannig að, þú veist, þú ert ekki að edita litina, sko. En ég gera stundum, ef ég gera það, þá gera ég Lightroom. Ég nota Wav-N appið sem er svona mynda til að edita reel. Já, einmitt. Video editor. Það hefur eins mér svona best, það er eiginlega alveg eins og CapCut, ekki eins af því það er kannski mér svona eitthvað formats og svona eitthvað svona layouts í CapCut, en Wav-N finnst mér bara svona aðeins auðveldara upp á það er svona aðeins meira idiotproof. Já, frekar svona einfalt. Já, þannig að Wav-N heitir það. Ok. Það er fyrir vídeóin. Eitt sem ég langar að segja með maður er bara, það verður mikil gatekeep og neinu hérna, sko. Nei, bara eitt með svona reel eða ykkur langar að, þú veist, klippa geðvægt hratt, skilur, að hafa, þú veist, ég er með alveg vídeón alveg undir 1 sek. Já. Alveg oft bara 0,05 eða eitthvað. Ég er bara 50 seku, 17. bröð eða stundum bara 30 eða skilja fyrir hvað er þetta, en þegar við viljum svona dag, þá velur við bara að hafa nóga hreyfingum inni á, þú veist, vídeónum er svolítið key. Já. Þú útskýr þetta hérna að því maður ekki að sína, en að hafa hreyfingu og þá getur við klifta í bara skilur, svo sé ekki mikið að gerast, skilja. Já, ég er sammála. Og það er miklu meira eye-catching. Og líka reyna, sko, þú veist, að kötta, þú veist, ég reyna að kötta alltaf byrjunna alveg út, skilu. Ef ég er að hella einhverju,
þá kötta ég bara eiginlega þangað til, veist, ég bara basically byrja eða skilja að vera svona en erfitt að útskýra í þessu, sko. Já, en ég nota líka stundum Facetune, I'm not gonna lie. Ég nota stundum Facetune sérstaklega til að nota Vanish, veist, það heitir Vanish, veist, svona það til að láta eitthvað hverfa ef það eitthvað sem að sé bara eitthvað dolla fyrir aftan með eitthvað sem á ekki að vera þá get ég tekið að fara út Já, mér finnst það, er það ekki líka hægt í Lightroom? Það er ég að ruggla Nei, það er eitthvað sítið eitthvað Já, ég veit ekki alveg hvað það er allan að fullta upp en ég ætla að fann þetta þar inni og ef ég nota eitthvað eða þú veist, taka eitthvað lokk eða eitthvað æskilur stundum ger ég það alveg, sko Já, mér finnst það alltaf læg, sko Ekki flóknar en það, sko Svo lengi sem maður ekki alveg bara svona að prjóna yfir sig gleðinni. Þú veist hvernig þú getur face-tunað mynd, sko. Já, og þú getur face-tunað mynd, sko. En er það ekki líka bara samt svolítið búið, finnst mér? Það er bara búið, Mér finnst líka, mannstöka allir voru alveg með ekstra hvíta tennur alltaf. Já, mér finnst það alveg búið, sko. Ég var alveg líka, ég var fyrir svona kannski 8 árum eða eitthvað, mér langar að segja það sér alveg að ég var bara edita alveg hart, sko. Það var líka svolítið þannig að það voru allir bara komin með ógeðslega hvítur í augunum. Ég var bara Já, þannig, en ég sko, fyndi, ég er með allt annað en þú. Ég er alltaf með Canva, sem Ástrós ég er að kenna henni á. En ég sko, já, þannig ég nota í tölvunni held ég. Já, en það er sko, ég elska Canva fyrir ykkur sem bara vilja gera eitthvað lista eða eitthvað bara svona, þú veist, já, bara eitthvað næst þar að búa til bara allt í þessu. En það er samt svona, to clarify, þetta er svona appi þar sem að segjum það sé bara engin bakgrunnur, skilur bara einhver litur og svo er kannski úlpa, peysa, bara óskalisti eða eitthvað. Þetta er svolítið svona Canva er það sem þú edita það inn í. Já, og líka bara ég hef búið til bara svona baby shower prediction miða í þessu, ég er bara svakaleg. Sunneva er líka svona, hún er algjör. Ég bara elska þetta. Canva queen. En svo elska ég Anna Visco. Manstu, ég sko... Oh my god, ég átti að gera litina þar, Visco. Nei, ég sko breyti... Það breytir pínu. Nei, sko ég breyti, ég nota aldrei nema bara til að gera svart og hvítt. Já. En ég sko breyti aldrei myndunum mínum. Bara, þú veist, nema að gera svartkvítar. Já. Ég gera það sko, nema að sé eitthvað, nei, ég held þessi bara alveg hætti. En svo nota ég sparkkamera til að taka upp reels og svoleiðis og það er mjög idiot-proof. Já, ég man eftir þessu appi. Já, en það er, þú veist, það er öðru vísi, þú ert svona, já, mér finnst það mjög næs. Það er að taka upp reelið þar inn á, eins og í Waffen, þá ert að setja vídeón inn, en sparkkamera þá ert að... Svona, já, þannig, en þú getur alveg sett vídeóin. Mér finnst það bara mjög einfalt, en ég prófaði þetta Waffen, mér finnst það alveg líka næs, sko. Já. En ég bara svona, þegar maður byrjar að nota eitthvað, þess að erfitt að skipta. Já, þess að erfitt, maður er bara, þótt að sé betra fyrir mann. Já. En nú, svo mæli ég líka með hana appinu Tessa, og það er úrslega skemmtilegt að þú vilt. Tessa appið. Ok, hvað sagði ég? Tessa? Þú veist að tala Tessa appið, eða ekki? Jú, Tessa. Hún heitir sko Tessa Barton. Já, ég veit það. Tessa. Ég sagði það sem með einu S-i, en þá getur maður gert, þú veist. Það eru ógeðslega flottir svona filterar, sko ég gera stundum bara upp á fönni, ef maður vil gera svona polaroid-mynd, svona moody, Grein-effekti er ógeðslega flottar. Já, eins og ég seti eitthvað svona, þannig að vera aðeins meira moody. Já, en síðan er ég samt bara með á mínu grammið, þá reynir ég sko að breyta, þú veist, ekki neitt, en ég er samt alveg eins og þú, þá breyti ég oft bara í símanum. Já. Að gera aðeins kaldari, lækka birtuna, eitthvað svona, þannig, en... Ég til mér lækka alltaf byrjuna þegar ég tek myndinar í símanum, skilju. Já, það er líka... Annars verða það bara overexposed fyrir mér og svo alltaf getur stjórnaði eitthvað svo mikið. Ég er alltaf með svona moody. Já, við erum alltaf meðalveg mjög ólíkt. Ég vil alveg hafa svona bright. Já, ég dreg alveg svolítið niður. Ég er samt alveg búin að gera þess minnaði núna, en samt svona... Já, mér finnst það samt ekki að flott, þú veist. Já, ég vil hafa svona pínu moody, sko. Já. En, við vorum búin að vera svolítið tæknilegar. Ég elska hvað við erum að segja ykkur, bara all the tricks. En hérna, hvernig virkar það að vera áhrifavaldur? Já, hvernig virkar þetta? How does it work? Ég veit sko ekki, þú veist, og því að núna í dag er þetta orðið hjá okkur báðum, þá er þetta orðið bara svona meiri svona, þú veist, ég kann ekki lýsa, núna er þetta meira sko stabílara, núna er ég bara í föstum samstörfum og það er bara Þetta sóta. Já. Æ, fyrir ekki. Nei, eftirlega ég held að það væri vatn. Ég held að það væri ekki venjulegt vatn, en þetta var sóta vatn. Ok, sorry, hold off. Fyrir ekki,
Það var óþægilegt, ég bara svona. Já, hvernig það að vera áhrifavaldur? Góð spurning, nei. En það sko, mér finnst þetta smá plebbalegt orð, finnst þið það ekki? Ertu búin að vennast því? Taka því sátt. Hvað áhrifavaldur? Já. Mér finnst það samt geggja eins og að vera með ástrós. Ég ennþá stundum í dag bara, já, ég vinn eiginlega við þetta. Skilur, ég stundum bara, og þú veist, ástrós og bara, þú veist, þeir sem skilur bara, já, þú vinnur við þetta, skilur, sem mjög náið mér, en ég oft bara svona, þú veist, út af því ég veit ekki, þetta eitthvað svona fast, eitthvað svona, hvað segir maður, stigma, nei, ekki stigma, hvað segir maður, svona, það oft bara svona neikvætt á þessu orði, sko. Já. En allavega, hvernig að vera áhrifavaldur í dag fyrir mig, þá, og ég held fyrir því líka, þá þetta meira skipulagt, maður svona veit svona hvað framundan, ég núna bara í föstum samstörum, en þetta sko, þú veist, þegar maður var að byrja, þá var maður kannski meira svona, var maður duglegri mitt bara að kannski, ég man ekki hvernig, þú veist, þetta bara svona komið einhvern veginn náttúrulega, fattar mig. Já, það gerist bara, já. Gerist, en núna í dag, þú veist, þetta eiginlega bara eins og að vera með litla auglýsingastofu og ég bara að klára verkefni og ég þarf bara að klára þetta, koma allar hugmyndinar, ég þarf að, þú veist, það einhvern veginn fyrirtæki, ég oft bara með einhverjum á fundi og það bara, hvað finnst þér að við ættum að gera, skilu? Maður orðin einhver ráðgjafi líka, sko. Þetta alltaf hugmyndavinna. Já, hugmyndavinna. Og svo, þú veist, þú ert basically, svo sagðir, með litla kannski auglýsingastofu sem að þú ert, samt ekki auglýsingastofu að því að þú ert ekki að fara að auglýsa hvaða vör sem Nei, einmitt. Þetta er svo persónubundið, eitthvað sem að ég myndi fíla ekki mikið að rekta endalega fyrir þig, skilur, og fattur þau, mér finnst oft gott að minna fólk á það að ég myndi ekki svona neitt og ég held að séu flestir, að ég var alveg stundum síðan svona, það, skilur, eitthvað en þú veist, ég held að séu flestir að sína eitthvað sem að vanda sig, sko, að sína eitthvað sem að þeim genuinely, annarkvæmst nota eða fíla eða hvað það og út frá því, einmitt, bara skipuleggja verkefni og þú ert í öllum, þú ert videografurinn, þú ert módelið, þú ert editorinn, skilur, þú ert hugmyndavinnan og finna rétta lagið, skilur, þú ert allt, skilur, þú ert í öllum störfunum, skilur. Og svara síðan skilabóðum, skilur. E-mail. Veist, þetta bara svona eins og að vera einmitt, bara svona lítil auglýsingastofa, en maður svona ræður. Sækja vörurnar líka. Já, sækja vörurnar til dæmis. Það tekur til dæmis. Og líka bara sko, stundum fær maður vöru og maður þarf að testa hana. Já. Og það líka svona að fara, testa hana, sjá hvað manni finnst, þú veist. Það líka, þá ertu bara, ok, ég þarf að prófa þessa vöru áfram og þú ert bara spennt fyrir henni, en þú getur ekki tala hana strax fyrir en það bara skilur. Já. En ég, sko, þannig það virkar eiginlega þannig. Þú ert eiginlega bara svona, hvernig getur maður sett þetta í eitthvað svona samband? Þetta eins og að vera bara, ef ég væri smiðir eða eitthvað, þú veist, þetta ég forveiting hvert þú ætlar með þessa myndlíkingu. Ég að meina, skilu, það bara, heyrðu, ég þarf að klára hana palli hana, svo þarf að gera þetta, hvað sem smiðir gera. Veistu hvað ég meina? Þú veist, ég að útskipta fyrir fólki, því að fólki svo oft bara svona, hvað gera? Fólk fattar ekki hvað það gera. En við erum svona að fara svolítið yfir það, bara fundinir og allt, eins og ég talaði þú ert í öllum störfunum, þú veist, heldur sem komið á svona. Og líka, þú veist, ég fæ eftir spurningan, þú að sækjast eftir, þú veist, samstörfum með eitthvað svoleiðis? Stundum hefur maður gert það. Það stundum, ef þú ert bara eitthvað geðvægt að fíla vöruna, þá auðvitað það bara eitthvað hæherði, langar ekki að vinna saman, held að geti verið gott þitt. Eins og með te og kaffi, ég var bara, mér langar að vera með eitthvað samstarfi. Ég elska, ég alltaf á te og kaffi, þetta bara fullkomið fitt fyrir mig, bara, veist, og þau líka bara þú veist, þannig það líka, oft það þannig, en ég held sko, þess vegna það líka, ég held að fyrir mig, stundum kemur það til mann, svo stundum er það hinsegin, skiljur, það sé bara þannig, á marga vegu, sko. En hvernig á að taka myndir? Það kannski tipsum hvernig á að taka myndir? Já, segð þú. Sko, ég allavega sérstaklega ef eitthvað langar að vera að gera content og svona, þá myndi ég án þess að fara eitthvað í pósur, ég held ég sé, þú veist, Ástrós, ég ætla að segja hún var að fara að gera kom í tölvunni. Já. Hæ Adam, hann var pappaðinn upp. Tölvunni. En já, hvað er það? Já, hvað var ég að segja?
byrju, ég var að fara að segja þér eitthvað, Adam, núna mistum við fókus, byrju, ég var að fara að segja við þig. Með pósur. Já, ég er alltaf að segja Ástrós að hún ætti að taka upp eitthvað reel sem segja bara, þú veist, eitthvað svona, hafi ekki séð á TikTok, eitthvað how to pose, eitthvað svona, fattar hvað ég meina, bara svona, do this with your phone, eitthvað svona, þú ætti svo mikið að gera þannig, skilur, bara til að, þú veist, já, því að ég held að ógeðslega margir, því að margir halda bara, hefur ekki séð svona millennial, svona, eins og ég er alltaf ekki svona, á öllu myndu, maður er svona fastur svona. Ég elskar líka, þú veist, ég man þú sagði við mig, Ástrós, gerðu thumbs up í einhverju vídeo, ég bara, gerðu það og svo er ég bara, nei, Guðrún, hvað er ég að gera? Nei, Guðrún, nei. Ég er bara, en það fætti, já, ég sagði, þú bara, gerðu það sem bara, nei, ég ætla ekki að gera. I feel weird. Já, en það er meira kannski, því að, nei, svona hvernig maður stillir og ég held að það líka bara svona líkamst, hvernig maður beit, it's all about the angles. Já. Það er líka alveg það, sko. Rétt að birtan líka. Já, birtan er key, sko. Þú getur meira þess að, birtan er number one. Það er alveg number one, já. En já, birta sig góð birta og taka, þú veist, ekki vera með baklýst, mér finnst það svona frekar augljóst, en svo þegar að taka content, þá myndi ég líka taka af eins miklu þau geti, skilur, þú veist, það núna allt svona, þú vilt, fólk vilt sjá miklu meira, bara svona, þú veist, líka bara, þú veist, segjum að þú sést búin að taka bara venjulega myndaðir, standum við vegg á þuttuninu, þú veist, taktu mynd á skonnuðinu, taktu selfie þar sem þú heldur myndinu uppi, skilur, þú veist, og sama átfiti og þá ertu komið með, þú veist, strax 2 myndir í 2 skilur, nýttu að þegar þú ert að taka content, nýttu það, þú veist, taktu myndir, taktu reel, taktu bara átveitinu eða zoomaðu inn á töskuna sem þú ert með, eða stiltu töskuninu upp á einhvern stól og taktu mynd þar, skilur, þú veist, að bara svona nýta, þú veist, tækifæri, content day, eða þú ert að taka content og ert að taka myndir, taktu bara öllu sem er dettur, mögulega dettur í hug, til dæmis þessari hluti sem ég nefndi núna, skilur, þú veist, þú get eitthvað sem þið finnst fallegt, skilur, allt svoleiðis, ég persónulega lækka birtuna. Já. Ég mæli með líka að gera það, þú veist, það er hægt að gera það fyrirfram eða farið í reel, eða að taka reel og vídeo, að fara og swipa upp og lækka birtuna fyrirfram. Sniðugt, ég veist ekki. Exposure, þú farið exposure í vídeo og lækkar það þar, af því að þú veist, ef þú ert að taka vídeo þá, leiðir eftir hún alltaf birtuna. En hún gerir það ekki að þú stillir þetta svona. Og það er mjög þægilegt þegar þú ert líka með einhvern, af því þú veist, veistu hvað er erfitt fyrir mig, stundum, að geta ekki verið bæði fyrir framvindaðalina og aftanana. Já, ok, tengið samt. Ég er urglast stundum og greið Adam sem ég vil teka myndir af mér, skilur, þú veist. Hann satt mjög góður í því. Já, en það er greið, hann fær alveg að heyra það líka. Ég bara, oh my god, nei, ég var ekki að tala þetta og bara, ég var ekki að meina svona og bara, just, ég veist það, ég verð bara viðurkenna, ég verði svo, ég veit ekki hvað. En líka, sko, ég verð samt alveg þannig þegar ég er að vinna að búa til eitthvað og það er eins og steinar svona, þú veist, stundum er ég alveg svona, viltu ekki standa hana? Eða skilur, þú veist, maður er svona, bara, ég er aðeins. En ég er búin að útskýra hvernig þú átt að taka myndina. Af hverju ertu að taka, nei, af hverju að taka hana? Allt öðru sem við vorum að tala um, eða skilju, þetta er svo skrítið. Já, ég veit það. En svo er bara ekki allir með sama vision og maður sjálfur og það er líka svona... Já, en þú ert samt ég er búin að sína þér. I showed you. Eða þá líka svona goes rogue. Herru, ég ætla að prófa að gera svona. Oh my god, það er... Bara, nei. Oh my god, þið veit, pabbi minn, ger ekki allir pappa þetta. Ég alveg, pabbi, neina, taka mynda okkur. Pappa alveg, jæja. Landscape. Já, snýsum pappa alveg. Ég ætla að ná hérna klettinu með. Maður er svona búin að ákveða eitthvað sjálfur hvernig myndi. Ég alveg, nei, engin klettur. Ég vill ekki hafa þetta með. Mér finnst það svo krútt. Mér finnst líka ógeðslega fyrir þetta, amma hefur stundum, amma er svolítið svona, mamma, skilju, amma hefur stundum verið að taka myndir. Þetta er nú svolítið ljótu bakgrunnur. Ætlar að hafa þetta inn á. Ég bara, já, mér finnst þetta flott. Já. Þetta var svona þegar ég bjó hjá henni stundum. Já, oh my god. Það var svona að hafa pínu skoðanir á þessu. Já, mér finnst það bara best þegar... Ég veit ekki alveg með þetta. Já, bara svona... líka svo fyndi að þú veist, einmitt, þetta er bara svo típist pappa, ég seti svo ofta á TikTok eitthvað bara að snúa myndaðalni og... það er ógeðslega fyndi. En já, sko, let me see. Oh my god, þetta er svo... Okay. Hvað? Sko hérna,
Þetta alveg svolítið svona Sorry, ég fór eitthvað í símann, ég bara, oh my god. sko, stabíl, þú veist, það líka kannski bara Nei, við þurfum kannski að segja spurninguna. Við erum að lesa spurningaboxi aftur og stendur, hversu stabíl eru launin og líður ykkur öruggar fjárhagslega að starfa á samfélagsmiðlum? Sko, ég held að það sé bara svona eins og að vera verktaki. Það bara það getur alveg verið, sko, mér finnst það ekki eins mikið núna, en það var alveg, þegar maður var svona að byrja, það var þetta oft svona æskilu, þú veist, maður kannski stressaður bara, þú veist, ég ekki með jafnmörg verkefni næstu viku og svo kannski getur bara eitthvað samstæðsæðilega bara, heyrðu, við erum hætt núna. Skilu, það getur alveg gæst og maður bara svona, bara tuska í andlið, bara, að maður búin að gera ráð fyrir þessu, þannig að þetta alveg, ég skilja þetta ekki svona fyrir kannski alla, en það bara svolítið svona verktaka vinna og verður svolítið að svona hugsa fram í tíman, alltaf að vera að skipuleggja, þú veist, maður líka búin að plana bara eiginlega út árið þannig sé, skilur, á marga vegur, skilur, en auðvitað ekki alveg, en þetta oft þannig að maður reynir að plana bara, þú veist, allan ég þannig reynir að plana alveg 6 mánuði fram í tíman og svo sjá bara, þú veist, svo dettur eitthvað inn, en þú veist, en ég held bara að ef maður ógeðslega óskipulagður, þá náttúrulega bara þá þetta ekki alveg nei, þá ertu bara stresskasti. Sko, ég alveg óskipulögð og ég þurfti bara svolítið að læra að vera skipulögð og svo kemur þetta bara í bylgjum, stundum detti ég bara eitthvað, þú veist, að vera bara eitthvað, hafa verið óskipulögð þannig mánuðin, kemur alveg fyrir og þá, þú veist, maður reddar sér alltaf einhvern veginn og hvað, en mér finnst samt eins og með stabíl með launin, mér finnst það svona, þú veist, það heldur snýst alltaf bara með hugafar. Og að horfa á þetta bara. Við auðvitað getum lifa á þessu, skilur. Þannig að bara góð og stabíl laun allavega heldur hjá okkur, skilur. En við erum alltaf kannski komin á þann stað, skilur, sem bara ótrúlega næs að vera áskilur, þú veist, og þetta er svo gaman að kalla þetta vinnuna sína, skilur, það bara maður líka bara mun eftir að þakklátur og það náttúrulega bara kostur og galli við allt, þú veist, kannski galli við þetta, skilur, starf að það kannski, þetta mjög breytilegt starf og það mikið breytingum, en eins og með podcasti, það til dæmis, það bara rútína hjá okkur, skilur, við hittumst alltaf og það svona, skilur. En mér veist líka, þá hægt að skoða, þú veist, maður myndi alltaf finna eitthvað að því þetta svo vítt dæmi, þú veist, það podcast, það TikTok, það Instagram, það þetta, það eins og ég var að segja á hann með UGC, skilur, bara, ok, þetta kannski hef datt út þennan mánuðin, ok, ég ætla að sjá hvort að einhver hafa áhuga á UGC-content eða eitthvað svoleið, skilur, það alveg hægt að púsla sig einhvern veginn saman, þetta. Og bara, líka, ef maður bara jákvæður og ef maður langar þetta, skilur, þá held ég að maður bara svona, en þú veist, auðvitað á maður ekki að vera, þú veist, en ég held líka, þú veist, með tímanum, þá hef ég meira áttum á, þú veist, að bara það sem ég að gera, minnst, skilur, þá maður bara miklu harðari, sérstaklega ég eignast börn, þú veist, það var öðru sem maður bara einn og eitthvað, en núna ég bara, ok, ég þarf bara að gera þetta, sko. Bara ég að vinna þarna og ég þurft að beila á hlutum og vera bara, ég í vinnunni. Bara ég verð að græja þetta. Það eina líka kannski einmitt með það sem fólk kannski skilur ekki alveg en þá, bara eitthvað, ætlar að missa þessu fyrir þetta, bara ég búin að ég get ekki, skilur, nei. Af því þú ert ekki 84, þá skilur fólk kannski minna. Já. Það bara öðru vísi líka, þú veist, að þótt að, þú veist, margir oft kannski bara, þú veist, þótt að maður sé kannski virkur á, þú veist, Instagram og að klára eitthvað verkefni en svo maður kannski eftir að svara skilur einhverjum, skilur á Messenger eða eitthvað og þú veist, sem betur fyrir á ég bara mjög skilurslíka vinkonur og fjölskyldu og vita, þetta bara svona vinna mér núna, en mörgum finnst það alveg bara svona, en þú varst að setja í story að þú varst að gera eitthvað make-up rútín og það kannski meira, ég bara svona, ég að setja inn í hérna verkefni. Ég ekki í símanum. Nei, ég ekki beint í símanum. Ég með slökta notification eða bara alls bara Já, ég líka. Af því að annars kópa ég ekki, sko. En mér finnst líka svona betur fyrir, þú veist, fólk vera aðeins svona slakar þetta og líka eftir út að ég vinn við samfélagsmiðla, þá ég svona miklu minna á samfélagsmiðlum bara yfir höfuð. Eða skil, veistu hvað ég meina? Þú veist, ég ógeðslega mikið bara í vinnunni í því, en svo ég ekki í síma, þá langar mér bara að vera, þú veist, bara með, eða skilu, þá ég svona minna, að ég kann ekki lýsa, ég bara svona, ég veit það ekki, svona ekki, þú veist, fólk heldur að maður sé bara samfélagsmiðla sjúkur út og maður á samfélagsmiðlum, veistu hvað ég meina? Ég samt alveg svolítið háð símanum mínum og háð samfélagsmiðlum, mér finnst það mjög óþægilegt stundum. Ég stundum finn mig bara að skrolla, sérstaklega TikTok maður, oh my god, it's my kryptonite. En það samt,
bara, og er samt búin að vera einmitt að vinna svolítið í bara svona bæðið með bara svona morgun og kvöldrútinu og bara gera svona, en þú veist, það er alveg bara genuinely erfitt fyrir mig, bara því ég komin inn í eitthvað skróling að bara stoppa, skilur þú veist, og stundum er ég líka að gera einhverja hugmyndavinnu í leiðinni, skilur þú veist, þannig að þetta er svolítið svona en finnst þér það ekki líka bara eitthvað þú veist, þú ert líka eitthvað að fá hugmyndir jú, en þú veist, það er ókslega erfitt, þú veist, þegar ég á ekki að vera að vinna þá er ég að vinna með því að skrolla á Instagram að ég er bara eitthvað, eða já þetta eða Pinterest eða whatever Pinterest by the way þá líka að taka það fram að Pinterest er hacks, búið til einhverja góða möppu, þú veist, ég fæ ógeðslega mikið átfittinsbúum og allt þetta eiginlega á Pinterest bara allt á Pinterest en talandi insbó, hver eru svona, ef ekki endið þetta svolítið á því hver eru þínar svona favorite Instagram gals eru hver eru svona, kannski top 3 bara at the moment, af því mér finnst þetta líka breytilegt sko. Stundum er ég bara geð þetta fylgjast þessari og stundum ykkur annari en hver sko at the moment, það er náttúrulega held ég state to the obvious Matilda Djerf, ég elska hana ég elska hana en svo elska ég Emily Tommeberg finnst hún skemmtileg er það þessi norska? Já, hún er svo sæt og ég er einmitt eins og með hana ég bara, ef hún myndi tala og vera aðeins persónulegri þá myndi hún sko bara þú veist, því að hún er rosa mikið svona, hún er greinilega bara algjör fullkomna, bara svona, það er allt rosa, beautiful, sko, bara svona, en ég er bara svona, ég hef oft hort á bara vlogs frá henni og mér finnst hún svona einlæg og þannig ég elska fylgja henni, Emily Tommeberg, fyrir bara, hún er mjög flott, sko. Hver er annað sem ég er að fylgja sem er bara svona, hún er mjög svipuð og Matilda, hún heitir Filippa, hvað heitir hún? Hún er sænska skvísur. Já, ég er mikið í þeim. Já, Filippa eitthvað Molleridum. Ok, við setjum þetta allt inn. Ég kann ekki alveg. En hún er líka á þeim inn. Já, en þú veist, þetta er svona líka bara væpið sem ég, þú veist, elska að fylgjast með og fá svona mér finnst líka svona væp rosalega mikið inn núna. Já. Mér finnst svona my time er og ég elska allt krúttlegt og ég elska allt svona hjörtu og cute og eitthvað þannig ég er mikið þar. Meira þess að ég var bara eitthvað líka hjartasompriðin í nýja rílsinu. Paldi, það er hlutur sem ég tek eftir. That's cute. Oh, of course. En já, en þú? Ég ætla að segja með þess að bleiku hana að því, veist, ég er alltaf í einu komin í eitthvað svona pink dæmi. Ég get með bleikan brúsa já, ég veit ekki hvort ég sé fá heila blóðfallega hvað er að gerast, sko, ég er allavega bara ég held að Nóra sé að hafa þessi áhrif ég er aldrei barnið í bleiku, sko en áður maður veist að það verið matching í bleiku ég fór í eitthvað bleikt daginn, ég bara hvað þetta er pínu kjút þú líka alltaf þegar við kaumum blóm þá er ástursbúin að vera bara en eitthvað svona bleikt en eitthvað svona ljósbleikt ég er alltaf eitthvað, sko, mér finnst baby pink allt í henni bara geðið með fallegt kjút litur, eitthvað við sumarið það er eitthvað við það, en ég held að hann er líka bara svolítið inn núna, þessi litur ég held að það sé bara að hafa áhrif á mig og oft þegar kemur eitthvað svona í tísku stundum annarkvæmst bara að það er bara svona nei, eða svona og núna er svona, ég hef eiginlega aldrei verið fyrir bleikt, sko, ég var í bleikum bólum daginn, kett með bleikum ból með bleikum ból heima eina bleika fylgir mín komti hann næst það væri eitthvað, eða ekki kaup með svona hot pink ból veistu hvað við ættum að gera, vera eitthvað tíma matching svona þema, skilur ekki alveg matching, en svona þema við erum svona, heyrðu það bleikt þema hjá okkur í dag það er blátt þema hjá okkur í dag Wednesdays við tökum upp á miðvikudögum Mean Girls, Pink Wednesday are you getting the reference? Wait, hvað það er? Wait, hvað það er? Já, ég var bara, what? Svo var ég bara, hvað er ég að segja? Já, ég veit hvað það er. Þetta er djóka það. Ég bara elska Mean Girls. Það væri alveg gaman. Hver væri þú í Mean Girls, sant? Er ég ekki Gretchen eða? Lilla dökkara. Já. Ég veit það ekki. Ég er kannski Pínu Regina George, en samt ekki. Já, samt ekki svona mín eins og hún er alltaf bara en hún greinlega mjög ákveðin en hún greinlega líka mjög óörg, sko þeir sem eru oftast ósla mín það er fólk sem, maður svona, þú ert óörg, skilur en já, ég veit ekki ég væri örugglega Karen, já, nei ég væri örugglega hún Lindsay Lohan, hvað heitir hún? Katie eða eitthvað eða þú veist, ég veit það ekki, maður náttúrulega en hver verður Sex and the City? Carrie Ég er alltaf Carrie. Ok, jú, já, eiginlega. Mjög mikið Carrie. Svona fashion. Já. Ég væri sko svolítið
ef ég væri single þá, veist, og bara basslaus og eitthvað, þá væri ég bara living her life, held ég. Já, ég væri til í það, við erum New York og bara... Já, ég held að væri alveg mest, ég alveg svona Charlotte, myndi ég segja. Þú ert mesta Charlotte, ég var líka bara, ef þú segir einhvern annan. Ég Samantha, nei, ég mjög mikið Charlotte, ég veit það, en ég svona, en þetta náttúrulega ykti karakter, en ég svona tengi mestu hana og ég svona bara, og veist, svo margt sem hún segir sem ég bara, ok, tengi við hana, skilur en þetta náttúrulega ógeðslega fyndið þættir, sko. Ég Carrie, mér finnst líka Carrie alltaf að lendi einhver svona vandrarlegu og eitthvað svona. Hún stundum vamma samt bara, Carrie mean, þú veist. Mér finnst líka, ekki gett margir alltaf að horfa, mér finnst allir bara að horfa á Sex and the City núna og ég alltaf á leiðinni bara, ok, nú ætla ég að fara að byrja aftur. Heyrðu, já, við tölum senast Modern Family, nú Sex and the City, við erum að vera með eitthvað svona, ættum við að gera eitthvað svona núna, út af mánuðurinn eru búin, vera kannski með eitthvað tímann uppáhalds okkar í mánuðinu með eitthvað, uppáhalds þættir, eitthvað, eða það ekki? Ég til, já. En ekki, Ég ætti eftir að segja mína gælur. Já, sorry. Hún bara Matilda Djerf, krakkar. Já. That's it. She's the queen, já, we're she's done. the queen, ángrín. Nei, ég bara, maður sér að hún með gott hjarta, sko. En ok, tell us. Hún best, sko. Já. Ég búin að vera obsessed af Gerlu. Allt því hún setur líka svo mikið value, hún setur ógeðslega mikið í story, hún með mjög moody vibe. Ok. Og ég svo erfitt með að segja nafnið hennar, það ekki að setja þetta allt inn, en hún heitir Mekku May Wright. Or Worth. Mekku May Wright. Mekku May, allavega. Má ég sjá. Hérna. Mekka skrifað ok, mér stum samt mér stum samt alveg svona, cute Skerðu? Ég elska The Cowboy Boots. Já, hún sko eins og hefur kannski komið fram áður, ég svona country típa og oh my god, ég elska country tónlist og eitthvað, en hún reyndar ekki eitthvað, hún býr í Kaliforníu sko, hún bara svona country girl. Malibu. I know too much. En þú veist, sérðu væpið, skilju. Heyrðu, mér finnst þetta samt mjög sænst. I have to say. Já. Finnst þið það ekki? Jú, en hún svona aðeins meira moody. Já, aðeins meira moody. Og hún, þetta svona flashmyndin sem ég var að tala hana, þú veist, Flash in the Sun á G7X. Nice. Og svo önnur gæla sem heitir Emma Leger, af því það eru kanadískar, minnst kanadískar skuðsynnar ógslaflátar líka. Það eru 3, hún heitir eitthvað Nits, Emma og Sophie og þær eru svona kanadísku influencerandir svona og þær eru ógeðslega flottar, sérstaklega þessi Emma, hún bara, og ég followa líka oft svona upp á svona fantasy, af því hún bara svona mikið dream life, hún bara alltaf að ferðast og alltaf bara, veist hún kann á rauðadreglunum núna, skilur já, þetta er svona, þú veist elska, og það er bara svo gaman og það er svolítið svona rómantískur stíl skilur, hún er svolítið svona romantic þú varst svolítið romantic stíl samt sporty og skilur, bara svona alls konar en ógeðslega flott bíó, mæli með minnst hún geggjuð og svo ein sem svona meira kannski sem hættir að tengja við upp á sko, hún mamma, hún á hérna, býr í svona London skilur eða hefur alltaf og hún heitir Naomi Genes eða eitthvað, alltaf skrifa þannig Naomi og það bara, hún með ógeðslega svona bara svona, þú veist, bara svona t-shirt and jeans vibes, skilur en gera það samt cool þannig að mér finnst svona að fá svona everyday inspo frá henni og make-up og ógeðslega sæt og mér finnst hún og mamma, skilur þannig að maður svona tengir eitthvað og meðan hittir svona, oh my god, hvað það er flott og nice og skilur svona, æfattur meira svona þetta er meira svona relatable kannski hún, þessi Naomi er aðeins meira relatable mér finnst það líka að vera meira komið núna, þú veist, alltaf að fara í hringi mér finnst núna svona relatable og eins og þetta sem þú varst að sína mér þú veist, manstu ekki að kontenti var bara eitthvað svona bara hvítu veggur, bara svona var svo ofullkomið og þú bara í sko dress, bara flottasta kjóluðinum bara í drakt, bara eitthvað staðar þú veist, en núna er þetta orðið svona bara stelpur og bara svona þú veist, þess að hugsa ég að fólk er bara eitthvað svona því ég horfði á þetta áður, bara eitthvað svona sænska pýr, bara að fá svo kaffi, eru ekki eitthvað átvitt og ég er svona, hvernig er það bara eitthvað svona þú veist, að taka svona flotta myndir effortless en svo er bara a lot of effort skilur, þetta er planað og það er tekið myndir og mér finnst það líka gott að hafa í huga ofta ég sjá eitthvað pýr sem eru bara eitthvað svona
þú veist, bara að fá sér kaffi og þú veist bara váka þetta eitthvað, en þú veist, þetta oftast planað, býst ég við, sko. Bara, já. Þóttar séu bara með eitthvað líka með messibönn og eru með, þú veist, þetta allt planað. Mér finnst það svona gott að hafa í huga, sko. Fara bara til að taka content. Já, og eru kannski, en mér finnst það bara svo flott, þú veist, væpið, skilu. Duglegra að fara að taka Já, content það langt síðan við fórum að taka content. Let's do it. Mér langar svo mikið með að taka eitthvað svona, fá mig geðveist stóran blómvönd Já. og vera að labba með kaffi. Fyrra. Fyrra, já. Þú sagði mér að mitt. Já. Þess vegna var ég, já. Og svo farið bara heim með vöndin og getna þessu vönd. Ég á bara svo erfitt með svona, ég stundur svo heft eitthvað svona, mér líður eins og ég þurfa að gera eitthvað. Ég á svo erfitt með svona, þú veist, þótti ég veit að margir gera að fara að fá sér kaffi og svona, þú veist, taka svona go for coffee and take content. Það er bara the vibe. Ég veit Guðrún. það. Það er svo gaman. Ég er alltaf bara eitthvað svona, en ég er ekki, þú veist, The girly vibe. Já, mér finnst það Ég skal draga þig í þetta. Já. Let's do it. En erum við ekki bara góður í bili? Við hefum svarað svona spurningum ykkar hvernig hvernig samfélagsmiðlar virka og vinnan okkar og okkar upplifun og svona og gefa ykkur alls konar tips and tricks. Já, ég vonandi fannst eitthvað gaman. Já, og líka bara, þú veist, mér langar svo að sjá meira fólki gera content. Ég er alltaf að segja alla vinkonum mér bara, taktu mynda átviðinni, gerðu eitthvað, því að þetta er svo mikið svona, þú veist aldrei hvað gerist, sko. Nei. Ég veit allan að bara örstuðt það á hennu klárum. Ég veit nefnilega eins og Saga sig, en að ljósmyndari, ég veit ekki hvort ég var búin að segja það. Hún var bara með Instagramið sitt og var alltaf bara að sína myndir og notaði þetta eins og portfóljó. Svo bara hafði Apple sambandið hana, skilur. Oh my god. Skilur, og baði henni verkefni út af þeir sáu bara væpi hennar og þurfti þannig verkefni. Þannig mér finnst það líka svona ofta að hafa í huga því að maður er oft svona, þú veist, skilu, veist aldrei hver sér efnið og hvað tækifæri ekki views og vera eitthvað og ekki fylgjendatölu, ekki vera að pæla því, sko. Og bara að byggja upp er ógeðslega spennandi og það gaman og það verður ógeðslega gaman, það getur verið svolítið líjandi ef það er ekki að gerast allt eitthvað strax en bara þolinmæði og bara halda og vera bara gett trúr sjálfur og gera efni sem er, þú veist, það er ógeðslega gott líka að vera, þú veist, að þú sért að fræða líka, skilur, fræða hvort sem það er, þú veist, ok, þú veist, þú ert að fræða einhvern með einhverju outfiti eða make-up, skilur, bara finna nýsi, skilur, það þarf ekki að vera eitthvað rosalega fræðandi í einhverju öðrum Nei, það er ekki að vera bara eitthvað vissur á norðurpólnum, eitthvað, þú veist og bara, já, ég veit ekki að vera bara trú sjálfsög, vera einlægur og líka auðvitað bara gera og vilt þetta. Við erum náttúrulega basically að tala til þeirra sem eru kannski bara, já, værilega gaman að því að svo margir ofta eitthvað svona sem langar, þú veist. Eða fólk sem á fyrirtæki, skilur, eða ef þú ert ekki með samfélagsmiðla á fyrirtæki, what are you doing? Þannig að vonandi ekki að eitthvað tips and tricks og svona okkar upplifun og hlutunum. Og við setjum þetta allt í story. Já, við þurfum alveg að fara í þetta. Þú þarfst að gera lista á Canva. Og þú þarfst að senda núna allt linkana. Já, I'll do the Amazon links. Já, því að ég er að kaupa mér margt sem Ásta svo að segja. Ég ætla meira að tjekka á Storefront og sjá hvort ég get ekki. Ég veit ekki hvort það virka á Íslandi eða hvort það er bara fyrir USA, en ég ætla að skoða þetta. Skoðum þetta. Takk fyrir samverðina. Já, takk fyrir. Bye.